Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri í Dalvíkurbyggð, tekur reglulega á móti gestum og oft á tíðum kemur það í hennar hlut að sýna gestum sveitarfélagið. Við á N4 heimsóttum Katrínu og báðum hana að bjóða okkur á rúndinn, sýna okkur 3 valda staði sem hún gjarnan sýni sínum gestum. Og það var auðsótt mál. Við hefjum skoðunarferðina og stöldrum við á stöðum sem í uppáhaldi hjá sveitarstjóranum í Dalvíkurbyggð. Katrín, fyrsti staðurinn sem þú ferð með okkur á, það nú ekki langt að fara? Nei, þetta í göngufæri. Reyndar eins og eiginlega allir staðir innan þéttbýliskjarnans Dalvíkur. Hér þarf maður ekkert að ræsa bíl. En ég ákvað að byrja að koma með ykkur í menningarhúsi Berg. Það svona hjartað okkar í miðbænum. Og bókasafnið er náttúrulega hjarta menningarhúsins sem tryggir að sé líf allan daginn. Og Berg bara í göngufæri allstaðar frá innan bæjar, minnst okkur stíð. Já, ég held að ég geti nú nokkurn veginn fullyrt að þú ert eiginlega aldrei lengur en 10 mínútur að ganga hvert sem þú þarft innan bæjar. Þannig að hinn almenni íbúi, hann á ekkert að þurfa að vera að ræsa bíl dagsdaglega. Og núna þegar við erum að taka þetta upp, þá eru krakkar af leikskólanum bara rétt aftan við okkur. Já, það er skóladagur í dag. Það er skemmtilega einmitt mikil samvinna á milli stofnana sveitarfélagsins. Og skólakrakkar koma reglulega í heimsóknir í bókasafnið og fá þá menningar innspýtingu hjá starfsmönnum safnsins. Hvaða augum líta bæjarbúar á Berg? Er þetta svona sammenningartáknið? Já, þetta bara stolti Dalvíkurbyggðar, þetta hús. Náttúrulega sérstaklega vel heppnuð hönnun hjá Fanneyju Hauks og bara, reist af mjög miklu metnað á sínum tíma. Og það eru alls konar samkomur, það eru sýningar, bara reglulega, til dæmis erum við núna með sýningu eftir heimakonu, burtflutta heimakonu. Og það bara rúllar á mánaðarfresti sýningar. Svo nýbúið að taka svona skemmtilega nýjung að bara almenningur getur sótt eftir að taka húsið á leigu undir ýmsu viðburði. Skulum halda áfram og næsti viðkomustaður, það líka í göngufæri. Já, við ætlum bara að ganga yfir á Gervigrasvöllinn sem bara næsta stolt Dalvíkurbyggðar. Nei, Katrín, hér bara eins og að sé sumar á miðju vetri. Já, þetta alveg nýjasta stoltið okkar í Dalvíkurbyggð. Já. Það nýji Gervigrasvöllurinn okkar sem að ungmennafélagið reisti með aðstoð sveitarfélagsins og margra góðra styrktaraðila og félagsmanna. Þessi völlur, hann skiptir hlýtur að vera miklu máli. Já, þetta gerbreytir aðstöðun okkar bara fyrir allt árið. Að krakkarnir geta verið að æfa yfir vetrartíminn líka. Og það sem líka skemmtilegt sem hefur gerst núna að við náðum til dæmis að spila bara fyrsta deildarleikinn á heimavelli síðustu helgi. Það hefðum við náttúrulega aldrei gert fyrr. Þá hefðum við bara þurft að gera það á Akureyri. Og svo stutt í íþróttamiðstöðina sem bara rétt fyrir ofan. Já, þetta allt bara innan seilingar, sundlaugin, íþróttamiðstöðin og þessi völlur og gerir þetta náttúrulega að mjög eftirsóknarverðu svæði fyrir sveitarfélagið. Ég nú ekki hissa á því að sveitarstjórinn fari hingað með gestina til þessum árstíma. Þetta magnað hérna. Já, þetta frábært og það að koma einmitt lið að sunnan núna í æfingabúðir, koma minnst 3 lið held ég búin að ganga frá því að koma og ætla að spila æfingaleiki við norðanliðin. Þannig að hingað ferðu alltaf reglulega? Já, það líka þetta svo magnað að geta verið ganga á veturna ef það fljúgandi hálka og annað, þá getur maður komið hér og tekið líkamsræktina og það gerir það fullorðna fólki gengur mikið á daginn. En næsti viðkomustaður sem þú ætlar að fara með okkur á, hann nú ekki alveg í göngufæri, getur við sagt. Nei, nú þurfum við að fara í bílinn af því að nú sveitarfélagið náttúrulega stórt, það víðfeðmt. Alla jafna hefði ég farið með ykkur hring í dalnum, sýnt ykkur golfvöllinn og reisulegu bændabílinn. En við höfum skaman tíma og ég ætla að fara með ykkur inn á Hauganes. Förum á rúndinn. Já, þú bara starfstíðs vegna þarft að keyra töluvert. Já, samt ekkert svo rosalega mikið. Það helst ef ég að fara fram í Svarfaðardal eða Skíðadal eða inn á Ásgúrsströnd. Og svo náttúrulega á fundi í burtu, þá maður aðeins á ferðinni. En síðustu mánuði hefur það verið ótrúlega lítið út af COVID.
En núna bara allt að opnast hérna þegar við komum hérna. Já, því núna blasir Árskógsströndin við og hérna svona bændasamfélag og svo erum við með Árskógssand og Hauganes sem eru þéttbýliskjarnarnir á þessu svæði. Og hefur nú í gegnum tíðina verið svona byggt mikið á sjósókn frá þeim stöðum. En núna það verið að gera heilmikið út á ferðamennsku. Jæja, þá erum við komin á Hauganes. Þetta nú þorp sem hefur heldur betur tekið breytingu á undanfarnum árum. Já, hér hefur einhvern veginn allt farið upp á við síðustu árin. Það orðin mikil ferðamennska hérna, búið að vera að gera út bæði á hvalaskoðun og svo verið bara að gera út á eina af okkar þjóðaratvinnugreinum, saltfisksverkun. Hvað segja gestirnir þínir á rúndinum þegar þeir sjá þessa dýrð? Sko þá langar þá bara til þess að stoppa og njóta því að hér erum við með sandströnd sem að sko mér sagt að sé eina sandströndin í þéttbýli á Norðurlandi sem að vísar beint á móti suðri. Og þess vegna sko eru pottarnir hérna svo geggjað aðdráttarafl því að fólk fer svo bara úr þeim og í sjóinn og í rauninni að njóta hérna bara beint á móti sólu. Og það aðdráttaraflið? Það mikið aðdráttarafl og staðurinn í heild. En þetta svona, hérna, já, þetta perlan á Hauganesi. Það þessi sandströnd. En sérðu fyrir þér áframhaldandi uppbyggingu hérna og gera út af þetta? Já, við sjáum fyrir okkur að Hauganes geti orðið svona staður, miðpunktur þeirra sem að vinna hvar sem í Eyjafirði. Vegna þess að það jafn eiginlega stutt að fara til Akureyrar og út í Fjallabyggð. Og við erum akkurat að vinna núna nýtt deiliskipulag fyrir þetta svæði með bara fullt af fínum lóðum og það verður gaman að sjá hver eftirspurnin verður þegar það lítur dagsins ljós. Þetta nú ekki fyrsta skipti sem þú kemur hingað? Nei, hér kem ég oft og það bara svo ótrúlega eitthvað gott að koma hérna og njóta. Hér bara oft mjög mikil veðursæld líka. Það svona hafgóla nær ekki jafn mikið hingað inn fjörðinn. Þannig að já, það mjög gott að koma og njóta og vera hér. Bara takk fyrir að gefa þér tíma til þess að fara með okkur á þessa 3 staði. Katrín, þú rígmontinn af sveitarfélaginu þínu. Já, ég bara elska þetta sveitarfélag og íbúana alla með tölum. Takk fyrir mig.